Það eitt mál sem að sko til dæmis íslenskir fjölmiðlar virðast vera algjörlega vanmáttugur til þess að geta fjallað frá báðum hliðum. Það tala sko gríðarlega mikið og stórt óréttlætismál sem að hefur með jafnrétti að gera og það sem sagt jafnrétti á kostnað karla aðalega, feðra. En þetta getur verið í báðar áttir. Fyrirbæri sem heitir foreldra útilokun. Þegar sem sagt foreldrar skilja og annar aðilinn fær alltaf lögheimilis sem sagt, og allar þær heimildir sem því fylgir, getur einfaldlega sko þurrkað eða afmáð hitt foreldrið úr lífi barnsins með alls konar leiðum og sálfræðilegum bara sálfræðilegum ótuktarskap, myndi ég segja. Og það einhver hluta vegna, þá þetta svona ljóta leyndamál sem að grasserar undir niður í íslensku samfélagi fær enga athygli á íslenskum fjölmiðlum, af því að það eru svona aktivistar sem að hafa barist sko með því að sko þegar að kona ákveður að tálma umgengni við barna við feður sína, að þá eru sko brjálaðar aktivistar alltaf til þess að bakka það upp og eru tilbúnir til þess að ráðast á alla þá sem að tala máli föðursins eða föðurinn sjálfan, málan upp kannski sem einhvern nýðing eða ofbeldismann eða hvað það nú verða sko. En það eru samtök á Íslandi sem kalla sig foreldrajafnrétti sem eru hérna með smá átak í þessu. 25. apríl alþjóðadagur vitundarvakningar foreldraútilokun. Það brýnt að varpa ljósi á þann hræðilega veruleika þegar hugur barna mótaður gegn foreldri sínum. Foreldraútilokun, þar sem barn hafnar eða óttast annað foreldri sitt án réttmætra ástæðna, tilfinningaleg misnotkun sem hefur varanleg áhrif á börn og fjölskyldu þeirra. Og þetta náttúrulega hefur áhrif á einstakling alveg inn í fullorðinsárin þegar þetta gert við hann sem barn. Sameinast að vekja athygli og andmælum þessum eyðileggjandi krafti sem sundrar fjölskyldum. Saman getum við stuðlað að heilbrigðari og hamingjusamari samböndum fyrir öll börn. Og myndbandi sem hér fylgir bara tæplega mínútu langt. Þetta mjög gott. Þetta svona lýsir mjög vel hvað gerist einmitt oft á tíðum í þessum aðstæðum þegar foreldrar hafa skilið. Og þetta svona, maður sér bæði í myndbandinu sko óréttlætið og ósangirnina í garð föðursins, en hún leið sko einhvern veginn hvernig móðurinn heldur og hún sé bara að gera æðislega góða hluti. Og svona, af því að það engin sko kannski aðstandandi eða vinur sem segir, heyrðu, viltu ekki reyna frekar að ýta undir og rækta samband barnsins við föður sinn eða nei, þá veður móðurinn áfram í svona þessari villu og við skulum sjá hvernig þetta getur litið út svona gróflega í þessu myndbandi. Svo manstu að þú þarft að fara til pappa eins helgina? Já. Ég sem ætlaði að panta pizzu á laugardaginn. Þú veist það allt í lagi og þú vilt ekki fara. Á svo bara að skilja mömmu sinni eftir alein alla helgina. Ertu alveg viss nú vilja fara til pappa eins? Ég maður sleppa því. Já, auðvitað ástin mín, bara alveg eins og þú vilt. Einmitt. Það bara svona sem að þetta getur gerst og að leiði til þess að vikurnar líða og mánuðir þar sem að barnið fær ekki umgangast föður sinn. Það undir áhrifum sko svona fælingar áhrifum af sko ótta við að særa tilfinningar móður sinnar sem að það svona getur foreldraútilokun litið út og þetta í hugum móðurinnar þá hún ekki að gera neitt rangt. Þetta bara, barnið mitt vill ekki fara til pappa síns, skilur, og ég bara að passa hana, skilur, hún vill ekki þetta slítur tengslin, öll börn vilja umgangast báða foreldra sína. Það segir sér sjálft. Í fyrsta lagi vilja náttúrulega öll börn bara að foreldrar sínu séu vinir og helst að þau séu saman. En það ekki alltaf hægt. En þegar þau fara í sundur, þá það á ábyrgð foreldrarna að gæta þess að börnin fái jafn mikla
umgengni við báða foreldra og geti notið þess að eiga bæði mömmu og pappa og þar sé helst allt gott þar á milli. Mjög þörf áminning frá félaginu foreldra jafnrétti. Þetta þú hefur væntanlega heyrt svona mál, Ingimar. Já, mörg. Og sko, sjáðu Facebook síðuna aðeins. Facebook síðuna í foreldra jafnrétti sem ég hendi þarna upp. Á kommentin fyrir neðan, sko, þetta myndband. Ég tók eftir því, sko, að þarna voru margar konur að tjá sig. Það eru margar konur sem tjá sig þarna. Ebba kona. Það skelfilegt að lenda í þessu sem barn. Mótar mann illa og tekur langan tíma að vinna úr afbakaðri hugsun sem var innrætt í mann. Þetta klipp lýsandi fyrir falda ofbeldið. Ekki eru það einungis foreldrar sem beita börnum þessu, ömmur og afar eru líka gerendur í sumum tilfellum að stýra foreldrunum á móti hvort öðru. Hreint út sagt lifandi helvíti að alast upp við og enn verra að horfa upp á börnin sín verða fyrir því sama og maður sjálfur lenti í. Það léttir og sál að sjá vindavakningu með þessi mál. Hallveig líka kona. Foreldra útilokunni glæpur gegn barninu. Þórdís líka kona. Því miður þessi mynd lýsandi dæmi sem mörg börn lendi í. Sigríður líka kona, tilfinningarlegt ofbeldi. Þú veist, það eru margar konur sem að vita á þessu vandamáli. Þekkja þetta. Já. Og það eru auðvitað oft sko sem að stjúpmæður verða vitna að þessu. Já. Þú veist, Ömmur líka. Já. Og en samt sko, til dæmis, maður stöndi félaginu líf gegn ofbeldi. Þær hafa farið í markvissar herferðir og skrifa greinar það að hugtakið foreldra útilokun sé uppdiktað ímyndað konsept sem að ofbeldisfeður hafa búið til. Það sé ekki til neitt sem að heiti foreldra útilokun. Hugsið ykkur. Og það eru samtök sem að gefa sig út fyrir að vera eitthvað svona fagleg samtök sem berjast gegn ofbeldi. Og þau eru raun og veru að berjast fyrir ofbeldi, þessu foreldra útilokun og konsepti. Það dapurlegt, maður. Það dapurlegt.